ennþá brosa. Ef ég einu að horfa, allar að horfa á okkar. Maður bara. Horfið nú myndalina. Spennandi tímar. Hér voru undur og stórmerki að gerast í kvöld. Eru þið tilbúin að segja mér hvað svona gekk á? Já, við vorum að sameina Grindavík og Njarðvík í meistaraflokki kvenna. Mjög spennandi verkefni. Er það legið lengi fyrir? Já, við erum búin að vera svona að tala saman í svolítið tíma og mikill áhugi bæði á Grindavík og mér finnst mikill áhugi hjá Njarðvík líka. Þannig að þetta var bara mjög spennandi. Brynjar, nú hafið þið verið að svona leggja drög að meistaraflokki Njarðvíkur, þannig að þetta kannski kemur bara vel inn í myndina núna? Já, í grunnum og kalla þetta bara heillaskref fyrir svona stefnu félagsins að loksins stíga skrefið og vera með meistaraflokk kvenna. Þetta er svona eitthvað sem við verðum að vinna að núna síðustu árin og nú er bara að koma að því að fá inn flottan kjarna frá Grindavík og fara að taka á því. Og er búið að útkljá svona stærstu málin eins og hvort verður þetta Njarðvík-Grindavík eða Grindavík-Njarðvík? Já, þetta verður Grindavík-Njarðvík. Það var útkláð mjög snemma. En Haukur, búningarnir, hvernig verður treyðun á litinu? Svo að það sé alveg á hreinu, þá kom það frá Njarðvík að þetta er Grindavík-Njarðvík. En þetta er mikið, ég var nú að koma þig fram frá mér og Sigga sem var með mér á fundunum. Það var gríðarlega vel tekið á móti okkur hérna. Og það var bara eftir fyrsta fund sem við settust niður með sem við vissum að þetta var bara rétta skrefið fyrir Grindavík. Og það er mikill áhugi sem við finnum líka hjá fólki hérna í kringum félagið og ég er búinn að vera að fylgjast vel með félaginu og mér finnst þeir bara að vera stýra þessu í rétt átt, þannig að þetta er bara mikið spennandi verkefni sem að verður. Og hvernig er svo með svona sameiginlegt lið? Teflið fram liðið þá í lengjudeildina næsta tímabili? Já, allan dag. Það er bara höldum ótrúið áfram, stefna sett upp. Ekkert annað? Engin pressa. Engin pressa, nei. Herðu, ég segi bara gangi ykkur vel og takk fyrir þetta. Takk hérlega. Haukur, þetta eru tíðindi hérna að gerast í kvennaknattspyrnu á Suðurnesjum með sameiningu Grindavíkur og Njarðvíkur en eftir stendur, hvað verður karlaknattspyrnu í Grindavík? Hvað sjáu þið fyrir ykkur í þeim málum? Það er no comment. Ég er að stríða. Það er verið að vinna í því. Það gæti orðið mjög spennandi. Ég vona að það komist í gegn. En það er ljóst að þið verið ekki í Safamýrinni? Nei, við verðum ekki í Safamýrinni. Við erum að reyna að finna okkur nýjan heimavöll þar. Er það ekki eðlilegast að reyna að halda karla- og kvennaliðunum á sama stað? Það hefur verið draumurinn, en það er nú bara þannig að þegar karlalið, ef það eru sameina með karlaliði þá myndi annað liði fara niður í 5. deild þegar það er svo aftur farið til Grindavíkur. Þannig að það er dálítið dýrt og það eru fáir sem vilja semja það. Já, kannski ekki að tala um sameina félögin en svona kannski að leita hérna á þetta svæði, Suðurnesin með karlaliðið? Já. Ég held að það sé bara að verða dálítið lítið plás. Njarðvík er komið með meistaraflokk kvenna og þær fara að taka svolítið plás hérna og þær ætla að gera sér breiða hérna. Já, hlakka til að sjá það gerast. Bara gangi ykkur vel með karlana og konunnar. Takk hérlega fyrir. Jæja, Tinna, þú ert orðin Njarðvíkingur í kvöld eða hvað? Ég held ég verði alltaf Grindvíkingur, sko. En Grindavík Njarðvík, þið ætla að spila fram sameiginliði. Hvernig leggst það í þig? Mér finnst það bara geggjað og ég get ekki beðið eftir að bara æfa hérna og keppa í Njarðvík og halda Grindavík-liðinu ennþá gangandi. Halda því gangandi og kannski bara gera betur en á síðasta tímabili? Já, við ætlum að stefna átt og já, ætlum að gera betur. Þetta er náttúrulega búið að vera óttalegt rask á öllu starfi Grindvíkinga, þannig að með þessu þá kemur kannski ákveðin kjölfesta. Það hlýtur að vera
bara gleðefni fyrir ykkur leikmenn? Já, þetta var náttúrulega bara, maður vissi aldrei hvað maður átt að vera, þú veist hvað æfðu við og bara svo mikil óvissa senst tímabil, þannig að fá bara sinn völl, sinn klefa, það er bara, ég held að skipti öllu sko. En stóra spurningin sem að formennir hérna komið sér undan að svara, hvernig verða búningarnir á liti næsta sumar? Já, ég bara, veit það ekki. Þeir eru í hönnunarferli kannski. Já, ætla ekki. Takk fyrir, hlakka til að sjá okkur spila hérna næsta sumar. Já, takk fyrir.